Komdu sæll, kæri fiskur. Hér spil sem ég var að draga fyrir þig. Nýju spili mín sem ég aðeins að æfa mig á að nota. Talnaspil eða talnaspekispil. Tek fram, ég ekki talnaspekingur. Kalla mig það alls ekki. En einhver skilaboð fylgja þessum spilum og það eru góða leiðbeiningar hérna með þeim. Afsakið, þannig að ég ætla að sjá hvaða viskumolum ég get dreift hérna til þín í gegnum spili sem þú dróst, kæri fiskur. Nú það fyrsta sem maður sér fyrir utan það að þetta talan 1 og táknar einstaklingseðli. Það auðvitað þessi fallegi hani hér. Hanar eru þekktir fyrir að vera stoltir og jafnvel rognir, spígsporandi í hænsnabúinu sínu og yfirleitt einn hani með dálítið stórt og mikið hænsnabúr. Hann leiðtogi og hænurnar og kannski fleiri bera óttablandna virðingu fyrir hananum oft á tíðum. Hann gegnir stundum því mikilvæga hlutverki að vekja aðra. Þannig að það er partur af skilaboðunum hérna. Þetta er spil þess að gera, ekki að bíða. Og þessi leiðtogahæfni sem ég talaði henni fylgir líka fjölbreytni. Þér er ráðlegt að spyrja hvað það í lífi mínu núna sem þarfnast athygli minnar. Eitthvað sem að þú ert að fara að takast á við eða þarft að huga að. Þetta spil hvetur þig til að vera þinn eigin herra og hugsa sjálfstætt. Oft þýðir þetta spil nýja byrjun eða nýtt upphaf á einhverju verkefni. Allir ásar eru þar. Þetta er tími hugrekkis og þess að drífa hlutina áfram. Ekki að standa bara hjá og bíða eftir að hluti gerist. Farðu áfram með hugmyndirnar þínar. Þó þú þurfir að standa bara einn og sýndu hvað þú getur. Svo er hérna verið að tala skilning og þekkingu og það séu lykilorð þegar að þú ert að reyna að hasla þér völl, ef við getum sagt sem svo. Kannski er einhver í fjölskyldunni eða vinahópnum sem er að leita til þín og vill fá leiðbeiningar eða hjálp frá þér. Þú græðir á því að gefa kost á þér í það og að sýna þeim sem í kringum þig eru að þú ert viljugur að hjálpa og vera öðrum fyrirmynd. Það er ákveðin litur sem fylgir þessu spili eins og öllum spilunum og það er liturinn sem við sjáum hér og hann er ekki bara kallaður rauður, heldur er hann kallaður í bókinni hér flame, sem er bara logi í raun og veru, þannig að hérna er verið að tala bara eldsloga. Reyndu að klæðast þessum lit eða hafðu að ná þér í kannski trefli eða vasaklút eða einhverju slíku þegar þú þarft að hjálpa að halda. Ég veit ekki alveg hvaða típa af rauðum það ætti að vera sem að táknar eld, en hér er nú svo sem bara venjulegur rauður held ég. Þetta eru reyndar svona 2 afbrigði sem eru mjög lík. Þannig að rauðliturinn skiptir máli og ég ætla að koma með smá út úr dúr. Skemmtilega tengingar hérna
úr þessum spilum inn á venjulegu tarotspilin sem ég kalla svo. Hérna verið að tala leiðtogahæfni og drifkraft og frumkvæði og einstaklingseðli og eld og töluna 1. Þetta allt saman má finna í þessu spili. En þetta spil heitir Keisarinn og í Keisaranum má finna öll þessi lýsingarorð og hann líka leiðtogi, hann líka einstaklingshyggjumaður, hann drífandi, eldsorkan ráðandi í þessu spili. Hrúturinn tengist því að hrúturinn eldsmerki og þið sjáu allan rauða litinn hér, bæði hann klæðist rauðu og síðan rautt í kringum hann situr á hásætinu sínu og stjórnar. Þannig að mér finnst þetta tarotspil svolítið lýsandi fyrir orkuna sem að þú dróst hérna áðan, kæri fiskur. Og keisarinn líka tromp sem mjög sterk orka. En þetta var bara svona smá útúrdúr og tenging við tarotspilin. Ég óskaði bara alls hins besta með það sem þú ert að gera. Þú þarft greinilega að svona taka málin í þínar eigin hendur og drífa hlutina áfram. Gangi vel með það. Ljós og kærleikur.